Velkomin í Biblíuna á mannamáli, hlaðvarp fyrir lífið. Við ætlum að byrja á mólanum okkar. Þennan móla finnum við í Sálmi 91, versi 9-11. Þitt hæli drottinn. Þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin plága nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Eitthvað álíka þessu hafið þið örugglega heyrt fólk, trúað fólk tala og jafnvel sum ykkar fengið að upplifa og reyna eitthvað þessu líkt. Og þegar við erum búin að ákveða það í þessari andlegu göngu okkar og við erum komin á þann stað að við erum tilbúin af einhverjum ástæðum sem hefur leitt okkur þangað að opna hjarta okkur og huga fyrir Guði, fyrir almættinu, fyrir skapara heimins og jarðar, að við byrjum að tala við hann á þennan hátt og við byrjum að leita til hans og byrjum að treysta honum. Og þegar við erum búin að gera hann, eins og hér segir, að okkar hæli, það er að segja skjóli, hann athvarf okkar og hann skjól okkar, við erum búin að ákveða það að fela líf okkar í hans hendur. Skaparinn, almættið, veit betur eldur en við. Þekkir okkur betur, veit hvernig lífið virkar, kann að hjálpa okkur því hann hannaði allan pakkan og bjó hann til. Þetta bara eins og með tölvuna, ef einhver býr til rosalega flottar, Apple býr til rosalega flottar tölvur og þú ert í vandræðum með það, þá talar þú við einhvern sem að kann á tölvuna og tala ekki ef þú færi að tala við þann sem bjó hana til, þá getur fengið að læra hvernig hún virkar út af hvað hún gengur. Þetta bara svona með allt í lífinu. Það sem við þörfnumst að læra og skilja, þá best að fara til þess sem að hannaði það sem við erum að reyna að læra og skapaði það. Og skaparinn okkar bjóð þig til og mig. Hann veit hvernig mannshugurinn virkar, manns hjarta, mannssáli, manns líkaminn. Hann þekkir þetta út og inn. Og þess vegna þegar við erum búin að ná þessum stað, þá svo gott að segja, drottinn, ég treysti á þig. Og hann segir á móti, engin ógæfa hendir þig, engin plága nálgast tjald þitt. Og jafnvel býð ég út englum mínum til þess að gæta þín, til að passa upp á þig. Þetta svona saga sem þið hafið örugglega við öll, alveg upp við að heyra englar Guðs vaka yfir okkur, þeir passa okkur og gæta okkur. Þetta ekkert bara úr lausulofti gripið, þetta ekki bara barnasögur. Þetta það sem að Guðsord kennir okkur að raunveruleikinn. Og þarna kemur bara ákveðin styrkur, ákveðin hjálp. Þetta þýðir ekki það að trúa að fólk gangi aldrei í gegnum mótbárur í lífinu eða að líf þeirra sé alltaf dans og rósum. En þegar kemur að slíkum svona átökum í lífinu, eitthvað sem við þurfum að berjast í gegn og sigra, skulum við segja, að þá segir Biblíun okkur einmitt þarna og það hluti af þessu að jafnvel ekki þegar við erum að ganga í gegnum það, þá hann með, hann hjálpar okkur. Og þetta hefur örugglega heyrt vitnisbyrði margra. Ég gengi gegnum lífið í góðu og illu, slæmi og gleði og sorg með hans hjálp. Og það ótrúlegt og hans styrkur mikilvægur fyrir þig og mig í slíkum kringustæðum. Þetta mólin okkar, taktin að móla með þér. Ef þú komin á þennan stað í þenni andlegu göngu, að þú sér tilbúin að opna hjarta þitt og huga og tala við skapara þinn, þá gerur þú það. Kannski ertu löngu komin miklu lengra, en þá veistu líka að þetta sem ég að segja, þessi móli sannur. Þetta mólin, tökum mann, njótum hans, nýtum okkur, þetta stórkostlega lofvörð. Jæja, þá það Markús áfram og nú ætlum við að kíkja þessi Markús 9. kafla. Vers 30-37. Jesús búinn að vera á ferðalagi eins og oft áður með lærisveinunum og kenna fjölda manns og að lækna sjúka og gera þau heilbrigð og það alls konar hlutir í gangi og þeir eru núna á leiðinni til Kapernaum, sem sagt í Galileu, þannig að þeir eru á gangi. Engin strætisvagnar, ekkert svoleiðis í gangi. Engin reiðhjól, gengu þetta bara. Það voru hestarindar og asnar og annað slíkt en þeir voru gangandi. Og við grípum niður í versi 30 í 9. kafla og lesum út 37. Þeir héldu nú brott þaðan
og fóru Galileu, en Jesús vildi ekki að neinn vissi það, því að hann var að kenna lærisveinum sínum. Hann sagði þeim: Mannssonurinn verður framseldur í mannahendur og þeir munu lífláta hann, en eftir 3 daga mun hann rísa upp. En þeir skildu ekki það sem hann sagði og þorðu ekki að spyrja hann. Þeir komu til Kapernaum og þegar þeir voru komnir inn spurði Jesús þá: Hvað voru þeir að ræða á leiðinni? En þeir þögðu. Þeir höfðu verið að ræða það sín á milli hver væri mestur. Hann settist niður, kallaði á þá 12 og sagði við þá: Hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Hann tók lítið barn, setti það meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá: Hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér, og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sendi mig, við Jahve, við Föðurinn sjálfan. Þeir eru á gangi, förum aðeins yfir þetta. Þetta er svo mikið góð kennsla þarna fyrir okkur. Þeir eru að rölta heim, þeir bjuggu allir í Kapernaum og þá svona heimastaðunum þeirra, það sem þeir störfuðu frá, og þeir eru á leiðinni og það segir að Jesús vildi ekkit að neinn vissi hvar þeir voru. Af hverju? Vegna sem hann var að kenna lærisveinunum. Þetta var svona tími þar sem hann vildi fá frið bara með lærisveinunum til að kenna þeim einhverja hluti, og eitt af því sem hann segir við þá er að mannssonurinn, hann sjálfur, muni vera framseldur í mannahendur og hann muni deyja, hann muni deyddur, en hann muni rísa að 3 dögum liðnum. Hann muni að rísa á fætur, rísa til lífs. Svo segir þessi stórkostlega setning: Þeir skildi ekki það sem hann sagði og þorðu ekki að spyrja hann. Það er margt í Biblíunni þegar þú lest svona litla setningar sem segja: Já, vá, akkur er að setja þetta, ef þetta er tómu tilbúningur, þetta er bara skáldsaga, þá ertu ekki að eyða tími í eitthvað. Þeir skildi ekki neitt, en blessaði drengirnir. Þú myndir upphefja sjálfum þig, ef þú ert að segja söguna, já, við vissum hvað var að tala og þetta var stórkvæst. Nei, þeir bara vissi ekkert. Þeir vissi ekki hvað var að tala þeir skildi erðanum af von. Ég mun vera framseldur, ég mun vera deyddur, en á 3. degi mun rísa aftur upp frá dauðum. Hvernig áttu þeir að skilja þetta, blessaði mennirnir? Svo þeir eru komnir til Kapernaum. Jesús hafði orðið þess ástynja að þeir voru náttúrulega að spjalla saman á leiðinni þegar hann var ekki endilega að tala við þá, og hann segir: Hvað voru að tala? Hvað voru að ræðum? Lærisveinarnir, þeir nefnilega keftust eftir upphefð og að ná sem bestum og mestum framgangi í lífi sínu. Og hver hefur ekki verið þar? Við öll, maðurinn í heild, í mannkynið, alltaf að leitast eftir upphæðum og að ná sem mestum og bestum árangri og framgangi í lífinu. Og þeir hefur verið að tala það hver væri mestur á meðal þeirra. Og þegar Jesús spyrði, þá kemur enn einn svona lítið setning sem er svo frábær. Þeir þögðu. Þeir svöruðu ekki. Þeir vissu alveg hvað við ræðum. Jú, af hverju þögðu þeir? Þeir skömmuðu sín. Þeir skömmuðu sín. Allt í einu samanborið við hvað Jesús kenndi og hvernig hann var og talaði, þá allt í einu, þetta er nú svo auðviðrilegt. Hvað hér komur þetta í mér? Hver er mestur? Hvað? Þeir skömmuðu sín. Hafa bara í huga að Jesús og það kemur hvergi þarna fram eða nokkuð staðar annars staðar, að Guð hafi eitthvað á móti vinnusemi og framgangi og frama. Alls ekki. Það er ekkert rangt við það. Engin synd sem maður myndi segja í því. Það er þegar hins vegar slíkir hlutir taka yfir hjarta okkar, auðmýkt hjarta okkar og svona þjónandi hugafar. Þá missum við marks. Það er þegar við köfnum, við drukknum. Líf okkar sér ekki út úr því vinnuseminni, framganginu, framanum og framapotinu. Sama hvað við erum að leita þar. Við getum verið að leita upphefðinni, við getum að leita peningunum, stöðunni eða hvað það nú er. Að við fáum sem mest like á Facebook. Það gengur vel í lífinu. Því við fáum mikið like og mörg like. Við lifum fyrir það að fá upphefð. Að segja eitthvað gott sem allir eru hrifnir af. Þegar það tekur yfir mýkt hjarta þíns okkar
og þjónslundin og þjónandi huga, þá missum við allt í einu margs. Þá allt í einu verður þetta gruggugt, og það er það sem Jesús er að reyna að kenna þeim. Hann var svo langt á undan sinni samtíð. Það sem að boða og kendi, það var langt á undan. Það er mjög vinsælt í dag og byrjaði fyrir einhverjum árum síðan að í allri leiðtoga fræðslu að tala þjónandi forystu. Það er mjög vinsælt og mjög gott, góð kennsla. Jesús var að kenna þeim það, þjónandi forystu. Hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Þegar þú ert í forystu og vilt vera fremstur, þá þjónar þú hinum. Þú ert þeirra þjónn. Hann var að kenna þetta, hann var að kenna lærisveinum þessa hluti. Fyrir þig og mig í dag er þetta mjög mikilvægt. Hvaða hugarfar höfum við í lífinu? Hvar erum við stödd á lífsleiðinni, alveg sama hvað við erum gömul og hvað erum við stödd á atvinnulífinu okkar eða skólakerfinu okkar, sama hvað við erum að gera. Þetta er hugarfar sem er mikilvægt að læra frá Jesú, að ef þú vilt ná árangri, ef þú vilt vera fremstur í Guðsríkinu, í því hvernig Guð hugsar hlutina, og það er ekkert annað en það. Guðsríki er það sem hann ræður og hann ríkir, og muniði bænina yndislegu, Faðir vorið, eins og við köllum það, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, og ef Jesús er að kenna á jörðinni, er það sá fremstur sem að kann að þjóna, sem er með auðmjúkt hjarta. Þá er það einmitt ástandið eins og þeir í Guðsríkinu. Það er það sem hann vill. Það er þjónandi hugafar. Þarna kemur Jesús með algjörlega róttæka sýn á lífið á fyrstu öldinni. Algjörlega róttæka sýn í andstöðu við ríkjandi hugafar þess tíma, og jafnvel enn í dag er þetta andstaða við ríkjandi hugafar. Sá sem er mestur, hann stýrir öllum hinum og þeir eru að þjóna honum. Jesús sneri dæminu við. Sannur leiðtogi hefur hjartalag þjónsins. Og strax í kjölfarinu, leiður hann búin að útskýra þetta smávegis, þá segir hann, þá tekur hann nærinn til sér lítið barn í húsinu og minnist strax á börnin. Af hverju? Það er ekki bara börnin væru ung og undir umsjón fullorðinna og hefðu þess vegna ekkert sjálfu sér heimilishaldið eða framgang lífsins að segja þarna, þau stýrðu sér ekki sjálf, foreldrarnir gerðu það. Það er ekki bara það, heldur þessum tíma, það sem að þeir lifðu á þessum tíma fyrstöldinni í rómverska ríkinu og undir rómversku heimsveldi, þá voru börn nánast annars flokks ríkisborgarar. Margir hverjir litu hreinlega niður og þau voru svona, þetta er bara börn, verið ekki fyrir okkur, verið ekki að þvælast þetta. Og það, hver viti menn, ennþá í dag finnum við þetta hugafar hjá mörgum gagnvart börnunum. Þú líka þessi börn, þeir eru fyrir hérna hávaðulætir, hvað er þetta? Allir þessi hlutir. Og þá til þess að ítrekka og leggja áherslu á það sem hann var að segja, og allt í henni kemur hann með barnið og byrjar að kenna þeim þessa hluti. Og hvað kennda þeim? Ef að lesa: hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni, tekur við mér. Þetta er stórkostleg kennsla. Af því eins og ég var útskýrðan, þá talar hann inn í þessa kringumstæður það hvað afstöðu til barnana. En hver sem tekur við einu slíku barni, umvefur það, hugsar það. Ég er ekki drottinn barnsins, ég er kennari þess, ég er þjónn þess, ég er að hjálpa barninu. Það er myndin sem hann að draga. Hver sem gerir það, þið lærisveinar mínir, þið postularnir 12 og öllu þessum fylgi mér, þegar þið takið við svona barni, þegar þið hugsið svona barnið í mínu ríki, þá eru þið að gera fyrir mig. Þið eru að taka á móti mér. Börnin eru með dýrmætt og þau kenna okkur með því að umgangast þið rétt, eru þau, ef maður orða það svo óvirðulega, þau eru kennslið það ekki Guðs fyrir okkur. Þau kenna okkur svo margt. Þau kenna okkur í einlegnana, koma því síðar því það Biblía talar það líka, einfaldleik og einlægni barnsins, hversu mikilvægt það er líka fyrir fullorðið fólk. En þau kenna okkur margt, og þegar við lærum
að beygja hjart okkar og ummemja, þá erum við ummemja hann. Svo segir hann þessi stórkostlu orð. Ekki aðeins tekur viðkomandi sem að hugsa þannig barni og tekur þannig móti barninu við mér, heldur tekur hann þá einnig við föðurnum sem sendi mig. Þetta eru stórkostlu orð, sjáu þið, þetta við erum ekki að tala bara þarna í þessum versum ekkert þarna, ef að þú ferð á hnén og biður í 10 mínútur og ferð með þessa bæn utan að þá mun Guð samþykkja þig og þú ferð til himna þegar þú deyrð. Nú er þetta svona umorðun en þetta í hugum margra að þetta sé málið með kristna trú, að þú þarft bara að þú átt og verður að biðja einhvers konar iðrunar bæn þar sem þú gefur líf þitt Jesú, og ef þú biður hann ekki þá gagnast þér ekki neitt, en þegar þú búin að biðja hana þá bara hann tekur hann á móti þér og þú ert hans og þú ert komin inn í himininn. Sama hvað annars og hvað öðruvísi þú lifir svo jafnvel. En þetta er aðgöngumiðinn. En byrju, það er ekki það sem hann er að segja. Hann segir, ef þú tekur á móti litlu barni, einu slíku barni í mínu nafni, þá tekur við mér. Það er að segja, hvað meina hann í mínu nafni? Ef þú tekur við barninu, hugsar börnin og hefur sömu afstöðu barnana eins og kennarinn og þjónninn, eins og ég hef, eins og ég er að biðja ykkur að gera, þá ertu að taka á móti mér. Er ekki það sem að kennarinn er eðli kennarans? Ef að þú ferð eftir því sem Jesús segir, ef þú meðtekur hans líf, hans orð, þá þurfum við að meðtaka hann, því að hann var að kenna þetta. Þetta kemur frá hans hjarta, frá hans anda. Og það djúpa í þessu en þá ertu líka að taka á móti Guði föðurnum. Og þá segi ég nú bara, hugsið allt fólki í kringum okkur, jafnvel þú sjálfur eða þú sjálf, einhverju fjölskylduðinni, kringum þig, landinu okkar, hve mörg okkar eru þá ekki nálægt Guðsríkinu. Guð er svo miklu, miklu stærri, betri og meiri heldur en allt sem við höfum og kunnum. Og hann er kennari kennarana, hann er rabbíni rabbínana, hann er það sem að getur farið beint inn í hjarta okkur, leitt okkur inn í þetta líf sem hann hefur fyrirbúið handa okkur. Að ganga með honum, eins og vorum að tala hérna og í mólunum okkar í upphafið þáttarins, að ganga með honum á þennan háttinn, að við erum búin að ákveða það að varpa okkar lífi til að treysta honum og segja, Guð, ég kann ekki allt, ég skil ekki allt. Jú, ég vil skilja, ég vil framgang, ég vil, en kendu mér að gera það í Guðsríkinu eins og þú vilt, eins og það virkar fyrir þig, virkar fyrir sköpununa. Og viti menn, ef þið skoðið allan hennar pakka, bæði mólan, þessi vers vorum að lesa, setu þau í samhengi við sköpun Guðs, við jörðina, jarðríkið, mannkynið allt, náttúruna. Ef að við öll myndum taka þetta til okkar, ef við öll myndum tilenga okkur þetta hugafar, öll myndum tilenga okkur þessa afstöðu til lífsins og til hvers annars og ekki síst þá til barnan okkar, hversu mikið öðruvísi væri þá ekki jarðríkið. En það er akkúrat það sem að Jesús er að kenna, því hann er að kenna okkur hvernig Guðsríki kemur á jörð. Það er aðal kennsla Jesú. Ég hef nefnt einhvers staðar áður held ég í þáttunum. Fagnaðarerindi Jesú Krists er ekki fagnaðarerindi, segir hvergi, er fagnaðarerindi það hvernig þú og ég förum til himna en ekki til helvítis. Bara, það er ekki kennsla Jesú og það er ekki kennsla Biblíunnar, það er ekki áhersla Biblíunnar á nokkurn máta, það er Guðsríki á jörð. Þess vegna var bænin hans vísar enn og aftur í faðirvorið, svo mikilvæg og svo sterk. Jesús kom með Guðsríki á jörð og svo kendi hann lærisveinunum og kendi fólkinu, þjóðinni í Ísrael og fyrir utan Ísrael, og það hefum við verið að læra og erum að læra hvernig vinnum við saman í þeim anda og þeim krafti og því lífi sem Kristur boðað okkur til að sjá Guðsríki koma á jörð. Jú, vissulega,
Hann kenndi bæði í orð og verki. Hann kenndi ekki bara í orðum, hann sýndi mátt, hann sýndi kraft. Það hluti af Guðs ríkinu. Og þeir hlutir eru enn í dag, við sjáum þessa hluti enn í dag. Í dag læknast fólk. Lofsi Guði fyrir læknana og sjúkrahúsin og heilbrigðiskerfi okkar, það sem að fjöldi okkar fær lækningu. En stundum þá gerast kraftaverkin þannig að það ekki farið til læknisins á sjúkrahúsinu, en það bæn og hún læknar. Nærvera Guðs kemur. Allt þetta hluti af Guðs ríkinu. Af hverju? Vegna þess að það sem Jesús kenndi í orðum, eins og vorum að lesa núna áðan, tökum við til okkar og tilengum okkur með hans hjálp. Svo sýnir hann okkur í verki að hans máttur er mikill og kærleikur Guðs er slíkur og mikill og að hann yfirgnæfir sorgina, erfiðleikana ef hann fær að komast að. Hann leysir úr viðjum fjötrana og læknar og gerir heilt. Þetta er okkar Guð. Þetta er Guð Biblíunnar. Hann heitir Jahve, segir Gamla testamentið okkur. Jesús kynnti hann sem föðurinn, pabba okkar, jafnvel, sem finnst það aðeins og svona casual að kalla Guð pabba, en er það ekki það sem við köllum pabba okkar, öll jarðneskan pabba, sem er faðir okkar. Við köllum hann pabba vegna þess að hann er okkar pabbi. Við erum í nánu sambandi og hér kemur lykillinn í þessu öllu saman. Það er ekkert annað sem hann minnur að heldur það að búa til samfélag. Kristin trú, Biblían kennir okkur þetta algjörlega skýrt. Það sjáum það ef við förum í það. Kristin trú er ekki kreddur, lögmálskennsla, boðorð, þú átt og þú átt ekki og svona hegðunar munstur og Guð er svona hegðunar lögregla sem stýrir okkur. Þetta er ekki boðskapur Biblíunnar og svo sannarlega alls ekki boðskapur Jesú. Gengur allt út á samfélag, náið samfélag. Kristin trú er samfélag Guðs og manna. Samfélag Guðs og manna. Og það er ekki bara í Nýja testamentinu, Kristin trú er líka í gyðingdómnum. Þar var grunnurinn lagður að þessu samfélagi Guðs og manna. Þetta er ekki trúarkerfi. Menninir hafa margir hverjir gert að trúarkerfi. Það er allt annað handlegur. En boðskapurinn er ekki trúarkerfi. Boðskapurinn er samfélag milli Guðskapara þíns og þín. Milli Guðskapara míns og mín. Samfélag, náið samfélag. Látum þetta duga núna og hugluðum þetta, tökum þetta og skoðum þetta hvað. Ef þetta er svona, hvað þýðir það þá? Hvað þýðir það fyrir mig? Ef þetta er boðskapur kristinnar trúar, hvernig hef ég séð þetta? Hef ég séð þetta svona? Ef ég séð þetta allt er öðruvísi? Hugleitu, skoðaðu og byrju Guð að hjálpa að sjá hans sannleika og hans kennslu í öllum dæminu. Við skulum ljúka þessu þætti eins og flestum öðrum og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem mér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.